Veist, það verið að taka einhverjar local crime tölur, einhverjar erlendis frá. Er þetta að gera svo í Íslandi? Erum við að tala um innlenda glæpi á þennan hátt, eins og við erum að tala um glæpi eitthvað sem er erlendis frá, En það er líka margir bara að tala sko vestræna menningu í heild og Evrópu. Hvað er svona gott við vestræna menningu? Vestræna menning er klálega Er hún best? Já, ég held að ég get alveg fullist að vestræna menning sé best samkvæmt ýmsum mælikvörðum. En út frá einhverju velferð, Já, út frá velferðarsjónarmiðum. Já, en á sama tíma eru við rosalega hræsnarar. Að hvað leiti? Að því leiti til að við förum og sprengjum upp einhver lönd og svo segir bara, við getum ekki tekið við flóttamönnum frá þessum löndum. Á sama tíma við getum haft áhyggjur að við vitum ekki nákvæmlega hvert gerðingin tekur okkur. Að þá erum samt rosaleg bylting og hagræði fyrir marga. Já, en það þarf að vera það þarf að vera einhver regla á þessu. Mér finnst þetta getur ekki verið í eigu einhverja stór fyrirtækja sem að selja, persónuupplýsingar til fólks og hvernig þeir eru að nota þetta. Heldur þess að verið þá betur komið í höndunum á einhverju svona ríkisvaldi? Nei, bara í eigu almenning, Og veitu, hvernig virkar það? Það er raun og veru, það þarf að vera eitthvað svona central, einhverju miðstjórn á því. Það er náttúrulega bara að vissuleiti komið frá ríkinu, en þetta sé ekki þá að ríkið eiga að ríkisvald eiga Ef almenningur á að eiga þetta þá þarf að vera eitthvað svona ríkisvald sem heldur utan það ekki, hvernig ætlar að hafa eitthvað félag sem er þá ekki orðið það þarf að vera þá bara eitthvað réttindafélag þetta er náttúrulega líka bara upp á mannréttindi að gera Já, en þá ertu raun og veru að segja að þetta ætti að vera í höndum ríkisins Já og nei, Ég man eftir þessi sérstaklega núna 13. október þegar það verður að skila síðustu gíslunum. Það voru einhverju 30 gíslar sem voru eftir, 10 af þeim eitthvað voru á lífi og þetta vera 20 lík, cirka bát. Og ekkert af því sem voru á lífi voru konur. Það var allar konur voru hafa að skila hana konum. Nei, ekki 13. október, nei, engri konu, alveg 100%. Það er alveg vel eftir þessar umræðu. Og það er þess að Hamas getur ekki lefðið konum að lifa sem hafa upplifað það sem þær upplifa. Byttu aðeins. Hvað með konur sem eru núna í pyntingabúðum Ísraela? Ég myndi bara, þau eru að skila bara líkum bara sem er fólki sem hefur verið pyntað til dauða. Það eru konurna, það eru skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum það að þessi konurna sem eru að lenda í bara gróu kynferðisofbeldi og fangar hana líka að vera að tala að þeir eru að láta hunda nauðga föngum. Ægir Máni Bjarnason, vertu velkominn til minni spjallið. Blessaður. Gaman að fá þig í stúdíóið. Já, þú bauðst mér fyrir lengu. Já, og svo sem ekkert sérstakt þannig síðan sem að ég var að hugsa að ræða við þig, en þú ert náttúrulega búin að vera einn harðasti gagnrýnandi broadcastins frá upphafi. Já. Alltaf tilbúin til að drulla yfir okkur og skjóta á okkur. Já. Þannig að það er alltaf gaman að fá menn sem eru á öndurðu sjónarmiði til að ræða málin. Ég er með gjöfhandaðir. Ég er með gjöfhandaðir. Þú er með gjöfhandaðir, bara strax í upphafi. Bara strax í upphafi. Já, glæsilegt maður. Sjáðu hvað við erum með hér. Já, það kann ekki alveg fyrir þetta. Þetta kann ég vel að metta, sjálfsögðu. Það ekki. En segðu mér aðeins bara frá þér, Ægir Máni, hver er maðurinn? Ég er tónlistarmaður, rappari. Já, þú ert rappari. Já, og vera aðeins svona inn í pólitík eitthvað, en líta mig fyrst og fremst sem listamann. Já. Og hef verið svona, aktífur á ákveðnum samfélagsmiðlum, ég er alveg svona nokkuð svona traksjón á TikTok. Já. Það er sem ég hef meðal annars gert myndband það sem ég er eitthvað svona kýtisveikur Einmitt, ég teki eftir því og og það sem ég kann að meta þegar ofta dröllegu mig og svona þá allavega taggar mig, þegar þú gerir á Facebook þá taggar mig og ég kann að meta það í staðin fyrir að vera bara dröllegu mig behind my back en en þú ert svona mjög vinstrisinnaður. Já. Það er rót að segja það. Já.
og ert náttúrulega búin að vera ábyrjandi inn á sósíalista spjallinu sem heitir núna Rauði þráðurinn. Já, kannski minna núna. Já, minna núna nýverið, en það sauð þar allt upp úr, ég meina, já. Og það var, þú varst nú svona inn í þeirri deilu heldur mikið svona allavega til að byrja með, hvað? Já, þetta var svo sett, ég og Kalli vorum vinir, Kalli Karl Héðinn sem er í nýju sósíalistunum, ef svo má segja. Já, og ég var bara svona okkur meðvirkur með honum, það er ég að segja, að já, ég svo sett, já, ég sem sagt hann lýsti einhverjum launaþjófnað og einhverju svona dæmi sem að síðan kom sér að þetta var ekkert að vera blaðamaður að þú vart að vera búin að skila inn ákveðnum greinum og eitthvað svona svo ég svona já, ég var líka nýkomin út að komin út að geðdeild þegar ég blandaði sig einhvern veginn inn í þetta já, það var svona eiginlega, er ég fenginn inn í þetta dæmi þegar ég er inn á geðdeild ennþá, sko. Og svo, það er alveg svona, ég er alveg í massíu maníum þegar ég er að taka þátt í þessu, sko. Já. Ættu búin að vera að glíma við svona, manik, hvað er þetta sem þú búin að vera að glíma við? Ég er grindið með bipolar. Já. En já, þetta var búið að vera svolítið mikil manía, ég var náttúrulega, var heimilislaus eitthvað á þessu tíma. Já. Og svo þetta var ekkert eitthvað, það var ekkert eitthvað auðvelt tímabil. Nei, sko þú því. Og hvernig er það? Að vera heimilislaus? Ég meina, varstu bara í Reykjavík þá bara ráfandum? Nei, ég var ekkert alveg þar. Ég var alveg heppinn að vera með stuðningsnett og svona fjölskyldu og svona. En ég hefði alveg getað verið í verri málum, skiljur ég. Já. Fékkst svona gista hér og þar en varst ekki með svona fast land? Nei, já, einmitt. Það er svona, þetta er náttúrulega ekkert grín hvernig húsnæðismarkaðurinn er í dag, sko. Þetta er alveg orðið bara, já. En hvernig, sérð þú það sem átti sér stað þarna í sósíalistaflokknum þegar Gunnari Smára er raun og veru bólað út? Hvað er það sem á sér stað þarna? Sko, náttúrulega, þetta átti alltaf að snúa sem Gunnar Smára, en þetta snerist náttúrulega ekki hann. Sko, hann á bakvið var alltaf þessi Sæþór Benjamin. Já, sem er núna formaður sósíalista. Já, þú veist, hann eitthvað, sko, ég var náttúrulega í ungum sósíalistum á þessum tíma. Já, ég var í ungum sósíalistum á þessum tíma og hann er alltaf einhvern veginn hann á bakvið, sko. Það sem Kalli er að segja er eitthvað sem hann er að, og þetta var náttúrulega bara, já, ég veit ekki alveg, þetta er orðið svo langt síðan, sko. Já, heldur þetta hafi bara verið, valdarán þá, í raun og veru? Já, ég myndi kalla það, sko. Og ég sé alveg svolítið eftir mínum þátt í þessu, sko. Og svona hvernig, og það var líka alls konar svona, Kalli var búin að vera að segja sannarstaða baku sig og það var alls konar svona bull í þessu, sko, sem var ekkert, stóðs ekkert raunveruleikann, sko. Þannig að myndir segja að þú hefur verið, sko, narraður út í það að ráðast gegn Gunnari Smára? Ég bara flokknum, bara, fólkinu sem stofnaði hann flokk, það er ekki bara Gunnar Smári, það er voðalega mikið einhvern veginn búið að lýsa því sem einhverju svona eins og hann hafi verið bara aðal þetta var náttúrulega líka árás bara gegn Sönnu og þú veist, fólkið sem að en þú veist, það var alltaf hvernig þeir komið sér fram í fjölmiðlum að þá var þetta alltaf Gunnar Smári, sko. Og lítur þá á sósíalistaflokkurinn eins og hann er í dag, er það bara flokkur sem að þér er ekki að skapi lengur? Nei, ekki bara alls ekki, sko. Ég er líka bara svona leið og ég byrjaði líka að spurja, þú veist, þetta var alltaf bara já, við þurfum að berjast gegn valdinu og eitthvað svona, og mér fannst þetta alltaf svolítið skrítið að berjast gegn valdinu inn í flokk, þú veist, og það er alveg til dæmi þetta í sögunni bara
bara í þessu, þú veist bara byltingin étur börnin sín. Já, það alveg til dæmi það í sögunni, skilur til dæmis að svo kommunistaflokkur Þýskalands eitthvað sagði að þá var einmitt eitthvað svona, þú veist, þetta hefur gerst inn í þessum flokk, þú veist, inn í svona flokkum eða sósíalískum flokkum og þetta oft svona vandamálið við eða þú veist, við sósíalism oft eða bara vinstri hreyfingar að þetta á oft til að verða svona innbyrðis deilur einhverjar hugsjónir. Af hverju heldur það sé? Af hverju er það svona ríkt í róttækum vinstri flokkum? Held að, þú veist, oftast finnst mér þetta koma út frá svona kommunista hliðinni, sko. Og ég er bara anarko komi ef að fara út í það, sko. En mér finnst þetta oft vera bara eitthvað, þú veist, eitthvað valda barátta, sko. En er það ekki einmitt vandamáli við svona róttæka vinstristefnu eða kommunisma? Það er, þetta ánáttúrulega að vera, sko, allir eru jafnir. En svo eru aðrir jafnari en hinnir. Já, það verður alltaf einhver spilling svona það sem þeirra sem að fara með völdin. Já, þetta verður einhver svona bjúrokrasía, sko. Og þetta, ég veit ekki alveg, ég er ekki alveg hrifinn af þessu formi af kommunisma, sko. Út af því að, þú veist, kommunismi fyrir mér er, þú veist, algjör valdreifing, skilur. Það er ekki það að einhverjir aðrir eru þú veist, einhverjir aðrir eru jafnar en hinnir, skilur og þá ertu komið með, þú veist, eða þú ert að berja sem áttu stjættaskiptingu, þá ertu samt komið með aðra stjætt, þannig að þú veist, þá ertu alltaf komið með eitthvað svona stjórnmálastjætt inn í þessu dæmi, þú veist, þetta er ekkert öðri þessi heldur en valskiptingin í kapitalisma, skilur. En er þetta þá, sko, raun og veru raunhæft að sjá fyrir sér eitthvað svona kerfi þar sem allir eru bara jafnir? Já. Þú telur það? Já. Þú veist, svo lengi sem að fólk er á sömu stefnunni, skiljur. En ertu ósammála því að verðleikar eða geta komið fólki, þú veist, mislangt, menna að það eru einhverju sem eru með meiri hæfileika en aðrir, er það ekki eðlilegt að þeir fái einhvern veginn auka umbun fyrir það? Já, þú veist, það fái meira launað. Til dæmis, eða bara komist lengra, þú veist, nái meiri áhrifum, rísi ofar í einhverjum svona metorðastigum, sko, ef þeir hafa meiri hæfileika eða einhvern veginn. En þú veist, hvað er metur og hæfileika, skil? Þeir bara byrtast í, það er mismunandi, þú veist, ég meina, þeir sem eru framtaksamir og hafa hæfileika á því siði að koma sér eða sínum vörum á framfæri eða að þeir náttúrulega, við sjáum þetta náttúrulega alls staðar í kerfinu eins og þeir í dag, svona kapitaliska kerfi, að mér finnst til dæmis ekkert, þú veist, mér finnst þessu hjúkrunarfræðingar, mér finnst það ekkert síður mikilvægir starfsmenn heldur en til dæmis læknar, skiljur við. Nei. Ég skil hvað átt við þar og það getur vel verið að, sko, hjúkrunarfræði stjettin sé ekki í metin nægilega af sínum verðleikum. Líklega á þetta að hvernig sett. Sem eru örugglega út af því, alveg rétt, en ég finnst það svona gott dæmi bara til dæmis, þú veist, í svona kommunísku kerfi að þá til dæmis myndi metsölu höfundur segjum bara Arnaldur Indriðason sem að hefur svona undanfarna 2 áratugi selt mest af bókum á Íslandi og er þá örugglega svona einn efniðasti rithöfundur landsins í svona kommunísku kerfi þá þá ætti það að vera tekið þá af honum bara auðurinn og honum deilt jaft á meðal allra rithöfunda sem að er það, þú veist, myndi það kerfi ganga upp í eðlilegu samfélagi? Sko, ég er náttúrulega ekki alveg ég er ekki bóluseviki, sko. Nei, ok. Ég er ekkert alveg, ég er nýbyrjar að lesa Marx, sko. Bara fyrsta bók sem ég lesa til hann er bara núna, Das Kapital, sko. Ok. En ég er meira bara fyrir, þú veist, svona ákveðin anarkisma. Okay. En samt á svona róttækan hátt. Skilur þú Karl Marx eins og ég að svona hann greinir sko kerfið þannig raun og veru að hann raun og veru skiptir því í svona 2 meginflokka. Það er sem sagt hinir arðrændu eða öreigarnir eru annars vegar og svo eru það kúararnir hins vegar. Og þetta eru svona 2 meginflokkar sem að Karl Marx sér bara
litróf mannlífsins í og hann vil gera byltingu gegn öðruðinni gerir byltingu gegn kúurunum sko, og allir verið síðan jafnir á endanum. En svo eins og það hefur sýnt sig í þeim, eins og hvernig þetta fór í Sovétríkjunum, þetta var mjög, til að byrja með, ég er nýbúin að lesa hana Emma Goldman og fyrst þegar að byltingi verður, þá er hún alveg bara, þetta bara geggjað. Svo fer hún til Rússlands og sér hvernig þetta var orðið og þá var þetta náttúrulega bara komin eitthvað svona stjórnmála elita skilri sem ekkert, það var ekkert minni stjættaskipting heldur en það hafi verið, í rauninni hafi komið orðið fram fleiri stjættir sko. Og það er einmitt það sem eru hægri menn eða sem eru lengst til hægri, þeir sjá að sko þessum hlutum sé betur farið sko á hinum frjálsa markaði í stað þess að það sé svona einhver stjórnmála elita sem að stýra öllu og það sé öllu samfélaginu sé stýrt í gegnum pólitíkina skilur Ég er svo sem ekki, ég alveg sammála með einstaklingsfrelsi og eitthvað þannig, en ég er ekkert endilega á því að frjáls markaði sé endilega, megin lausnin á því að halda frelsi einstaklingsins. En ertu, hvað ertu svona bara til dæmis Ég var alveg til í bara, jamræði á markaði og en samt frelsi einstaklingsins í leiðinni að sé ekki, þú getur alveg tala gegn kerfinu ef það er náttúrulega það er líka vandamáli sem að verður til í kommunískum ríkjum að allt í hennu mátt ekki tala gegn og það var eins og það er ekkert málfrelsi það var eins og þegar Trotski fór frá Sovétríkjunum, hann vildi gera sig svolítið sjálfan að einhverju svona hetju sko, en svo komi en það var samt alveg, hann tók þátt alveg í því að kúa skoðanir til dæmis voru verkamenn þú veist ekki hvað er að tala ég man ekki alveg hvað það heitir. Nei, ég er ekki með meistaragráðu þessari en ég man bara að hann fór í útlegð sko, þetta var fyrir útlegðina sko, en hann vildi síðan meina eftir útlegðina að hann hafi ekkert komið nálægt þessu sko, en hann gaf skipununa að verkamennir eru drefnir sem að voru í uppreist gegn bólusaukunum ég skil en ég er að spá svona sem vinstri maður svona, þú veist til dæmis ef við tökum bara auðlegðarskatt eða þú veist hærri skatta á hina efnuð þetta eru oft og mér þess að samfélkingin getur talað þannig sko bara að þú veist, þeir sem eru ríkari þeir eru að leggja meira til samfélagsins þú veist vantilega sammála því Já, ég er sammála því en hvar dregur línuna þar, ég menn eins og ég nefni aftur dæmi með Arnald Indriðason sko ég meina, er Arnaldur Indriðason að fá eitthvað gigantíska peninga? Ég tek hann sem dæmi sem svona, þú veist, af öllum rithöfundum landsins, þá hefur hann skarað fram úr og hefur fengið meira, þú veist, í sinn vasa. Og samkvæmt þessu kerfi sem að svona róttæki vinstri minna þá ætti að taka af honum. Þú búin að græða allt og mikið af peningum. Ég er ekkert endilega jafnara út. Sko. Ég er ekkert endilega þar. Ég er kannski meira að tala einhverja stóra fyrirtækjaðendur og Já, þess að segja hvar dregur lína. Útgerðarmenn sko. Bara Elon Musk eða eitthvað, skilur sem að hefur hagnast gríðarlega. Hann má alveg taka honum náum pening sko. Já, þess er ég að fara að því leiti bara, hann og Arnaldur Indriðason eru svipaðar að því leiti að sko, þeir hafa bara skara fram úr á sínu sviði. Langt umfram það sem að Elon Musk samt var með fólki í vinnu sem gerði þessa hluti sko, fyrir sig Arnaldur Indriðason skrifaði bókina sinna sjálfur sko. Já, en Elon Musk hefur náttúrulega skapa störf fyrir ótrúlega mikið magna fólki hann er líka að vinna í því að reyna að fækka störfum sko. Já, með gervigrindinni. Það eru alltaf allir að því, það eru allir að reyna það er biluð pæling sko. Þetta er eitthvað sem var spáð fyrir sko, Karl Marx bara spáði hann spáði samt fyrir að tæknin eða rauninni vélin
hún myndi taka yfir. Já, en er það eitthvað sem við getum verið að berjast á móti í raun og veru, þú veist, að þú veist, þegar frystihús sem voru áður með kannski, þú veist, 100 manni vinnu við að flaka fisk og koma græjur og tækni og veist, vélar sem að flaka fiskinn og það er náttúrulega fullt af fólki sem að missir vinnunni, ég skil það. Ég er að tala við erum að tala aðeins annað með gervigrindina, sko. Já, þetta er bara, það er á styrum, ég meina, það er fólk sem er búið að læra að gera einhverja hluti og allt í henni er, gervigrind farin að taka í vinnuna þeirra bara, þegar allt í henni er bara, gervigrind gerir þetta bara. Já, en það er í eðli sínu er það alveg sama á fiskvinnsluvélinn sem að tekur starfið af ekki alveg, sko. Þú veist bara ekki alveg, sko. Já, ég get ekki sagt það, sko. Þetta eru þetta, þú veist, en hvað að taka við hvað að taka við fyrir, þú veist, fyrir fólki sem missa vinna. Já. En það er alltaf sagt, sko, ég hef alveg haft áhyggjur af þessu líka og það er alltaf sagt á við mig, það verða alltaf til einhver önnur störf fyrir, þú veist, en ég meina, og það hefur reynst þannig, sko, þó að það sé búið að fækka störfum til þess í íslensku samfélagi heilmikið gegnum alls konar svona vélar og tæki og svona, og bara, þú veist, sjáðu bara fyrir 15 árum síðan, þá voru í öllum stórmörkuðum matvöruverslunum, þá voru sko fullt af fólki sem voru að vinna á afgreiðslukassum og svo koma þessi sjálfsafgreiðslukassar og við erum bara, veitu, hvað er í gangi hérna og það verður að fækka störfum bara og við sjáum fyrir okkur eitthvað svona, þú veist, dómstags þróun. Þróast það einhvern veginn þannig að annað að gera, sko. Ég er alveg pínu ennþá, samt, þú veist, að það er alltaf geta að fara á sjálfsafgreiðslukassa, en maður er samt alveg svona, ég fer alveg stundum á venjulegan kassa. Ég gerir það líka. Ég sakna líka bíldælingana, það er að þegar maður fór á bensinstöðu og það var alltaf starfsfólk sem kom og pumpaði bensín á bílinn. Jú, maður sakna líka bara þessu samskipta, sko. Veist, að eiga þessi litlu samskipti við afgreiðslumannum, skiljið. Ég er alveg sammála því, en ég hef bara... En já, nú er ég að tala samt, þú veist, með gervigrindina að vera að taka yfir heilu fræðigreinar, sko. Sem er alveg, mér finnst það áhugjefni, og mér finnst það samt, úti að gervigrindin er ekki orðin alveg, þú veist, hún er ekki alveg orðin það þróið, að hún er samt byrjuð að taka yfir vinnuna á ákveðnum stjættum, sko. Já, ég er ekkert ósamálaður að við getum haft það er alveg hæfilegar áhyggjur af gervigreind, þú veist, við vitum ekkert Svo er þetta náttúrulega ógeðslega eðslufrekt og bara ekki gott orkufrekt og ekki gott fyrir umhverfið. Er alveg þar. En sko á sama tíma við getum haft áhyggjur að við vitum ekki nákvæmlega hvert gervigreindin tekur okkur, að þá erum samt sko rosaleg bylting og hagræði fyrir marga. Já, en það þarf að vera það þarf að vera einhver regla á þessu. Mér finnst þetta getur ekki verið í eigu einhverja stór fyrirtækja sem að selja, þú veist, persónu upplýsingar til fólks og hvernig þeir eru að nota þetta. Og heldur þess að verið þá betur komið í höndunum á einhverju svona ríkisvaldi? Nei, bara í eigu almenning, sko. Og veitu, hvernig virkar það? Það er raun og veru, það þarf að vera eitthvað svona central, einhverju miðstjórn á því. Það er náttúrulega bara að vissuleiti komið frá ríkinu, en þetta sé ekki þá að ríkið eiga eða ríkisvald eiga. Ef almenningur á að eiga þetta, þá þarf að vera eitthvað svona ríkisvald sem heldur utan það. Ekki, þarf, þú veist. Hvernig ætlar að hafa eitthvað félag sem er þá ekki orðið? Það þarf að vera þá bara eitthvað réttindafélag. Þetta er náttúrulega líka bara upp á mannréttindi að gera, sko. Já. En þá ertu í raun og veru að segja að þetta ætti að vera í höndum ríkisins? Já og nei, sko. Ég er náttúrulega ekki alveg hrifinn af ríkisvaldi. Ég er ekkert endilega hrifinn af því hvernig, þú veist, ríkið er sett upp sjálfur, sko. Nei. Hvernig er þið óskað svona stjórnskipulagið í þínum huga? Ég væri til að sjá þetta meira svona á eins og sveitarstjórnar stigum. Allavega svona lítið samfélag eins og Ísland, sko. Ég veit ekki alveg, ef maður bara hugsaði um Ísland, skilur, að þá var ég alveg til í að sjá að það væri þú veist, þessi minni þorpsráð sem væri síðan í einhverjum héraðsráðum eða og svo væri bara eitthvað svona allsherjarþing og það væri alltaf, það mætti aldrei vera lengur en 2 ár.
En þú ert samt í raun og veru bara að tala fyrir svona meiri pólitík í öllu, af því að ég held að langstærsti hluti almennings vilji bara helst fá að vera í friði fyrir pólitíkusum. Ég væri til, þetta væri ekki pólitík, skilur, þetta væri ekki pólitíkusar eða flokkar, þetta væri bara venjulegt fólk sem var að koma hann inn í þessi ráð og svo væri bara rótering af því og allir fengju bara sína rödd í þessum ráðum, skilur. Þú veist, þetta væri kannski bara, þetta væri ekki til þess að auka eitthvað ríkisvaldið eða auka peninga fyrir eitthvað að fá, skilur. Þetta væri bara til þess að stjórna að samfélagi haldi sig gangandi, skilur. En mér heyrist það samt bara að vera að lýsa hugmyndin eða hvernig, þú veist, ég meina hugmyndin að fulltrúa lýðræðinu það svo að fólki ráði og svo koma flokkarnir bara sem svona faratæki fyrir fólki til þess að fara í mismunandi áttir. Þessi flokkur fara þangað, þessi þangað. Þetta verður líka svolítið með, þú veist, fólk ekki flokkur, sko. Nei, en þegar þú myndir alltaf að skipuleggja eitthvað svona kerfi þar sem að fólki á að ráða, þá held ég að það myndi alltaf svona sko þróast út í þá átt að það myndi vera hópar fólks sem komið sér saman svipaðar stefnur að skoðanir og það verður þá á flokkum. Já, það væri þessi rótering sem ég myndi vilja þá. Já. Að það væri ekki alltaf sama fólkið. Það er einhverju bara að stýta kjörtímabilin. Já, fólk með mismunandi skoðanir, skilur ég. Það er alltaf bara rótering að tveggjara fresti eða eitthvað svona. Já, en þá, eins og ég segi, þá erum við aftur bara að stýta kjörtímabilið og þá er almenningur að vera að kjósa oftar. Það þyrfti ekkert endilega að vera kostningar, þetta væri bara, þú ert bara ráðinn þarna inn í 2 ár til þess að sinna þessum verkum, svo kemur bara eitthvað nýr. Okay. Já, ég veit ekki alveg. Þetta er bara hugmynd. Ég er opinn fyrir hugmyndum. Það er kannski útópisk hugmynd, en þú veist. Það veit. En ok, og svo þeir eru mjög illa við, sko, hvað ég segja, hægrið. Þú ert harður gagnrýnandi. Já, fyrir síðan var fullt af vinum sem eru hægrimenn og fjölskyldum sem eru hægrimenn. Ég er ekkert eitthvað, hata ekkert hægrimenn. Nei, það er gott að heyra. Ég er kannski ákveðin ángi af hægrinu, skilur, og þá er ekkert endilega að tala personur þar. Þá er ég bara að tala ákveðin stefna, skilur, eins og í útlendingamálum og sem mér finnst alveg að vera að farin að ganga ansi langt í atrinu, sko. Og ræðum það, hvernig myndið þú vilja hafa bara opin landamæri eða? Nei, eru opin með landamæri núna? Nei, ég meina, ef við höfum kerfi þar sem að hver sem getur komið og sótt að vera og fengi það, þá er það í raun og veru opið, þetta er bara smá ferli sem þú þarft að fara í gegnum. Er það ekki bara, þú veist, ég er ekkert eitthvað fyrir galopin landamæri, það er alltaf eins og að bara, þú veist, og ég veit ekki alveg svona, þú veist, það er alveg erfiðar að koma sinni á Ísland heldur en önnur lönd, skilur, það vart í Evrópu, að koma sinni í eitthvað land og ferði bara yfir landamærin, skilur. En það hefur svona, í okkar líftíma, bara síðan að við vorum litli strákar, þá verður þetta breyst rosa mikið hérna á Íslandi. Já, en er það ekki bara út af túrisma, þú veist, það kemur alls konar út af túrisma, tengt glæpum, ég meina, þú veist, hvað er að 75% af fangelsunum eru burðardýr, skilur ég. Já, ég veit ekki hvort að það sé málið. Það er málið, sko. En kann að vera þessu stór hluta þessu burðardýrin. En við erum að tala sko, allstaðar bæði, og það er eins og það er alveg rétt hjá þér, þetta er miklu verra í Evrópu. Það má segja að í löndum eins og í Svíþjóð, Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi, að þar eru menn bara að missa tökin á þessu. Þetta er orðið miklu meira heldur en þeir ráða við. Samkvæmt hverju? Já, bara samkvæmt öllum tölum þetta eru velferðaríki, þetta eru velferðar sjóðir sem það er gengið á. Stundu finnst mér samt, þú veist, í þessum umræðum og sérstaklega hjá ykkur, sko, stundu finnst mér eða bara að vera vitni í eitthvað sem að, hvað heita þýski flokkurinn Allt húrlundi fór Deutschland? Já, eitthvað svona tölur, sko. Þetta er eins og hvað heita það, Ísland þvert að flokka eitthvað, er að koma með einhverja tölur að 90% af þjóðinu sé sammála þeim í útlendingamálum. Nei, ég sá, þeir voru að tala 70%, þú voru einhverjir könnun sem að... Já, ég held að það er alveg farið út af 90%. Þú postaði þér einmitt. Já, en sko, ég meina eins og í Þýskalandi, þar voru að koma
þú veist, 1.000.000 flóttamenn á einu ári, þú veist, bara fyrir skemmstu, eitthvað þú veist, þegar Sýrland stríðist þó sem hæst. En okkur eru að miða okkur við Þýskaland? Við erum ekki að miða okkur við. Ég var bara að tala það eru þessi Evrópuríki sem eru búin að missa tökin. Þá nefni ég Bretland, Þýskaland, Svíþjóð, Frakkland. Það er almennt talað það að þetta sé gengið það langt að þeir eru búin að missa bara stjórnin á þessu. Út frá tölum þá ríkisins... út frá hagtölum og þú veist þegar ríkið stendur ekki undir þeim velferðargreiðslum sem að fylgja þessu. Það er ævintýralega mikið magna fólki sem að þarf að þiggja alls konar velferðarþjónustu á kostnað ríkisins. Það kemur samkvæmt hagstofu ríkisins þar ég er ekkert alveg inn í þessu það mikið í öðrum löndum sko. Nei, sko þessi sjálf, sko, Evrópa er eitthvað 10% af fólksfjölda jarðarinnar. Framleiðsla í Evrópu er eitthvað 14% af framleiðslu sem GDP á jörðinni. En velferðargreiðslur í Evrópu eru 60% af öllum velferðargreiðslum á jörðinni. Þetta það er ekki eitthvað... Mér er samt svo skrítið þessum umræðum og bara verða að segja að að vera að tala eitthvað hælisleitenda vandamáli og hvað á Íslandi en þið eru alltaf að fara með þessar umræðar eitthvað erlendi, skilur Já, bara því að sko þetta á ekkert við á Íslandi. Ég tek það alltaf fram að við erum að sjálfsögðu ekki í neinum miðlíka vandræðum eins og þeir eru nágrannar okkur í Evrópu. Mér finnst þetta líka stundum bara svona þegar vera að taka einhverjar local crime tölur, einhverjar erlendis frá. Er þetta að gera svo í Íslandi? Erum við að tala um innlenda glæpi á þennan hátt eins og við erum að tala um glæpi eitthvað sem er erlendis frá En það er líka margir bara að tala sko vestræna menningu í heild og Evrópu sko. Hvað er svona gott við vestræna menningu? Vestræna menning er klálega Er hún best? Já, ég held að ég get alveg fullist að vestræn menning sé best samkvæmt ýmsum mælikvörðum. En sko, út frá einhverju velferð, Já, út frá velferðarsjónarmiðum. Já, en á sama tíma eru við rosalega hræsnarar. Að hvað leiti? Að því leiti til að við förum og sprengjum upp einhver lönd og svo segjum bara, við getum ekki tekið við flóttamönnum frá þessum löndum. Já, það eru enda líka... Samt eru við að sprengja það, Ég er alveg hjartanlega sammálaður að einhverju drulluslokkar sem eru að sprengja lönd í Mið-Austurlöndum eitthvað, þeir ættu að bera ábyrgð á þessum flóttamanna vanda, sko. Já, en þeir gera það ekki. Þeir náttúrulega bara bara yfir saklaus ríki í Evrópu sem koma kannski ekkert aðeins. Ég meina, þetta gerum við samt alveg líka á Íslandi. Ég meina, við erum alveg að taka þátt í hlutum. Ekki í mínu nafni allavega. Já, ekki í mínu nafni heldur, en ég er samt að segja að skilur eins og akkur eru ennþá í samsæri við Ísrael. Í samsæri? Nei, samstarfi, já. Já, það er sko, það er önnur umræða sem við getum tekið. Ég meina, Ísrael, Palestína, ég held að þú er einmitt, þú hefur, held ég sagt oft, sko, að við broadcast séum bara, handbendi Netanyahus og séum, hvort þú hafur sagt að ég væri að fá greiðar greiðslur frá Ísraelska ríkinu. En ég bara stundum hefur séð einhverja frétta, ég held að þú sért að reka nútímann, eða ekki? Jú. Og stundum séð bara einhverja svona, bara pjúra haspara áraður eitthvað og ég er alveg bara fer hann ekki gegnum þetta áður en hann postar þessu, skilur ég. Er þetta sé rekin þar áróður fyrir eitthvað stefni Ísraels á nútíma? Ákveðin svona andmúslima haspara áróður eitthvað, þú veist. Hvað áttu við þú segir haspara áróður? Það er bara þessi áróður sem að Ísrael er að reka, sérstaklega í vestrænum löndum. Og það er þessi múslima andúð og og líka þetta að alveg múslima andu en líka það er alltaf verið að stýra sjónamennum þannig að lítið ekkert á það sem við erum að gera sjá þess að múslima sko. En sko, ég held að við hefum ekki verið mikið að skrifa eitthvað Ísrael Mér sé búin að skána það er ekkert alveg það var þess að tímabili. Sko
Sko, ég ætla hana sko frá mínu persónulega sjónumið þá ég bara algjörlega mótfallin öllum stríðsrekstri bara, ég þoli ekki árásarhernað og stríðsrekstri. En lítur á þetta sem þjóðamorð í Palestínu? Mér finnst þetta flókið, mér finnst þetta hryllingur sem að gerast í Palestínu og hræðilegt hvernig það börn og konur og börn lenda fyrir barðin á því, en ég kemst aldrei hjá því samt einhvern veginn að hugsa líka ábyrgð Hamas í þessu. Mér finnst alltaf En þú veist, við hvað aðstæður skapas Hamas, skiljir ég. Hamas skapas upp því að ég meina það búið að vera fremið þjóðamorðana frá sko upp að þetta náttúrulega bara landtökuríki. Já, það ekki, kannski það að tala þjóðamorð núna á síðustu 2 árum, frá 2023. Það var nú framið þjóðamorðana en ég myndi ekki segja að í upphafi, skilgreiningin á þjóðarmorði á ekki við það, en það er já, Nakba þá, hefur þið heyrt það? Hvað? Nakba. Já. Það þegar Ísraelsríkið stofnað, það var náttúrulega þjóðamorð út af fyrir sig, sko. Það kannski ekkit viðurkennt sem þjóðamorð út í að á sama tíma að vera að skrifa undir stofnun Ísraelsríkis. Frá upphafi hefur þetta náttúrulega verið bara martraðar hjónaband eða sambúð Ísraels og Palestínu. Það er bara landtaka. Og Ísrael hefur orðið fyrir endurteknum árásum frá hryðjuverkamönnum eða herum Arabaríkja í kring. En ef þú hugsaður það samt, hvað er Ísrael að gera þetta? Þetta er allt evrópskir gyðingar sem voru sendir aðalega upp úr seinni heimsstyrjöldinni út í að Evrópuríki gátt ekki tekið ábyrgð á því að hafa verið að slátra gyðingum, skiljið við. Sko, þú voru að taka þetta greina. Ég er engin sérlegur talsmaður Ísraels, en þessi saga samt er mjög áhugaverð í því samhengi, sko, ef við pælum í því að Ísrael bara, þú veist, ef þú tekur bara Biblíuna, sem ég er ekki að tala um þá þú trú á Guði eða Jesú eða eitthvað svoleiðis. Það er 2000 ár eftir tíma, sko. Já, þá er ég að tala um að það er augljóst að gyðingar og Ísraels konungríki Davís og eitthvað svona, það er þarna á þessu svæði fyrir 5000 ára síðan. Það er Síónisa narratívan, sko. Er það narratífa að þessi Biblía hefur verið til allar það er aldrei talað um Ísrael og gyðinga sem eru mestu evrópski gyðingar sem komu til Palestínu. Það er aldrei talað um palestínska gyðinga í þessu samhengi, skilur við. Þeir voru þarna fyrir. Það er búið að þurrka bara út. Ísrael hagnast á því að láta eins og palestínska gyðingar hafa aldrei verið til, sko. Hvort sem það eru palestínski gyðingar eða evrópski gyðingar, þá er samt alveg eðlilegt að það séu gyðingar á þessu svæði, en það sem að Hamas voru gyðingar hana, skiljið. Það sem að íslamistar vilja, þeir vilja bara að gyðingum sé eitt út á þessu svæði. Ég er ekkit alveg Ég er ekkit alveg á því að það sé raunin, sko. Eins og nú er Hamas bara Nú er þetta bara eins og her til þess að verja borgarna, skilur við. Hvar væri ef að Hamas væri ekki hana, skilur við. En það stendur samt bara í sáttmála Hamas að það að eyða Ísrael út á landakortinu, það er bara eitt af frummarkmiðunum. Ísrael svo sem ekkert að vera til, sko. Nei, þú segir það. Ég er ekkert á því að Ísrael eigi að vera til. En hvað eiga allir þessi gyðingar að vera? Ég meina, þeir koma frá Úkraínu, Póllandi. Evrópsku gyðingarnir, já, en það voru gyðingar í Miðausturlöndum. Já, en þeir voru alltaf, það lifðu allir löngu áður en að Íslam var til. Áður en að Ísrael var til. Þá voru palestínskir gyðingar hana og það voru múslimar hana og það voru kristnir hana. Og það er líka alltaf, það er verið að tala um, þegar verið að tala um Palestínu, það er eins og þessi verið að tala bara um múslima. Það er alltaf líka verið að drepa kristin minnihluta. Og það er ekki Hamas sem er að drepa það er Ísrael sem er að drepa það. Sko, við vitum alveg hvernig það er í ríkjum þar sem að íslamismin er róna og þá eru engum öðrum trúarbröðum Kristnir hafa alveg lifað hana í sattu samleiti við múslima hana. Já, ekki á meðan að Hamas og íslamistar ráða ríkjum. Þú veist, hefur prófað að fá bara Palestínumann og tala við hann um þetta, eitthvað sem hefur búið í Gaza eða Ég ekki hingað við þetta borð, en ég hef alveg gert það gegnum tíðina. Ég hef alveg talað við Palestínumenn ég er búin að vera náttúrulega í fjölmiðlum í 25 ár. Já, ætti kannski að fá einn Palestínumann og bara svona, ég er kannski frá þessu svæði og hún gæti kannski rætt aðeins betur við þig. Ég hef ekki búið hana, sko. Nei, mér skilst þetta sé
ekki alveg svona eins og þú vilt lýsa þessu sko. Ég sko, menn eins og ég hef heldur ekki búið þarna og ég hef ekki mjög sterkar skoðanir á þessu aðrar en þær að þess hryllingur sem á sér stað á Gaza núna síðastliðin 2-3 ár. Er það Hamas að kenna? Já, sko, ég get ekki komist hjá því að sjá að ábyrgð Hamas þar er mikil. Sérstaklega í ljósi þess að Ekki ábyrgð Ísraels eða? Já, sko, þeir eru náttúrulega, það takes two to tango, þetta eru tveir aðilar. Ég vildi óska þess að það veri tekið fram fyrir hendurnar á þeim báðum og þetta er stoppað. Mér finnst eiginlega mjög fyndið að 2 ár inn í þetta sé fólk ennþá að rópa Hamas sko. Já, sko, en Hamas hélt gíslum alveg þangað til að yfir lauk, þangað til að þetta var stoppað fyrir. Og hvað, það er búið að skilja um gíslunum og það er ennþá verið að bomba hana, skiljum við. Já, það er samt, það er ekki þetta ongoing stríð sem að var þangað til að gíslunum var. Sko, það er bara verið að byggja hana útrýmingabúðir og eitthvað, þú veit alveg, þú ert aðeins að fylgjast betur með þessu, sko. Sko, við erum bara að tala þetta sem að var núna þangað til að vopnahlið var sett á í 2-3 ár þá var verið að jafna Gaza við jörðu bara sem var alveg hryllilegt að horfa upp á á því bar Hamas talsvægt mikla ábyrgð að mínum mati vegna þess að það hefur samt komið í ljós að þegar það var ráðið sinn 7. október að þá er runni Ísrael sem stóð að flestum morðunum hana út að hafa virkjað eitthvað sem hétt Hannibal Directive. Já, Hannibal Directive, ég veit. Targetin hjá Hamas voru aðalega hermenn. Þetta á músikfestivalinu, það er alveg, og sko það eru Ísraelar núna að mótmæla út á götu út eða vilja fá alvöru rannsókn á þessu máli. Já, en nú erum við komin út í sko samstarfskenningar sem ég alveg heyrt. Er þetta samstarfskenning? Ég hef alveg heyrt þessar samstarfskenningar en ég hef ekki getað séð staðfesta. Þú vilt meina að þetta sé samstarfskenning? Ég held að það sé alveg rétt að það sé eitthvað sem heitir Hannibal Directive. Já, sem er virkjuð þennan dag. Það sem hefur verið sko Ákveður eru Ísraelar út að götu að mótmæla núna út að vilja fá nýja rannsókn á málinu út að finnst þetta ekki hafa verið fullnægjandi rannsókn sem var gerðana? Sko, þess ég er að segja að Hannibal Directive, ég held að það sé alveg rétt að þú sér fyrir þér að komi 7 Hamasliðar og taki einn ísraelskan gísl og fara með hann inn í bíl og keyri í burtu og þá séu Ísraelar með eitthvað sem heitir Hannibal Directive sem þýðir við sprengjum bílinn í tætlur sem er hella dæmi og þeir ísraelski gísl. Þetta er bara það, ef það er einn ísraelski gísl og þú veist en kannski er hann inn í þessu kráti hann að tónleikunum skilur og þá má alveg bara sprengja alla þar upp að bjarga hermannum það er fyrst og fremst. Ég held að það sé orðum aukið að meiri hlutin af þessum 1200 mann sem var slátrað 7. október hafi verið sko fórnarlömb Hannibal Directives hjá Ísraels. Ég held að það sé orðum aukið en sem ég segi, þarna eru samt komnir út í svona alls konar samsæðiskenningar. Ákveður þetta samsæðiskenning? Í grunninn er það bara þannig að Hamas ræðst á Ísrael 7. október og það eru 1200 manns sem er slátrað og það þá bara að slátra yfir 300.000 manns skilur flestum börnum skilur. Ekkert endilega. Ég hefði óskað þess að Hamas hefði skilað strax gíslunum leið og að byrja það snúðist aldrei gíslana maður. Þetta snerist þetta gíslana. Nei, þetta snerist aldrei þessa gísla. Jó. Aldrei. En sko þegar við segjum, sko, af hverju gátu Hamas ekki skila gíslunum til þess að þetta er stoppað? Þeir skiluðu gíslunum? Já, þeir sömdu þetta. Miklu fleiri en 2 mánuðir síðan. Hvað er þetta, 3 mánuðir síðan að þetta kláraðist? Nei, lengra maður. Ok, hvað er langt síðan að gíslunum var skilað? Gíslunum var skilað, það er alveg komið, hvenær var þetta var það ekki bara í mars í fyrra eitthvað Nei, þetta var Jú, þetta alveg, sko, þetta var að tjekka eitthvað tíma senni. Já, þetta er bara, þetta er bara fyrir svona Hvenær gerði hann friðarsamning, Trump? Þetta er fyrir max 3 mánuðum sem gíslunum var skilað. Nei, það er miklu lengra síðan. Er ég að rugla? Arnar, hvenær var þetta? Ég held að þú setja rugla á heiminn. Ég held að þú setja rugla, sko. Ég held að þú séu svona 3 mánuðir, 100 dagar eða eitthvað. Ég held að sé fréttum að daginn að það sé búið að slátra eitthvað x mörgum palestínumönnum á þessum 100 dögum síðan að friðarsamkomulagið var sett á. Það er bara búið að vera sprengingar og drápan á hverjum degi. Ég tek alveg undir með þetta er hryllingur sem er að gerast á Gaza en það sem við erum bara ekki sammálaður að ég tel Ísrael ekki bera alla ábyrgð á því, sko. Já, bara smá ábyrgð. Ég meina, þeir eru að svara
allt of harkalega fyrir sig. Nei, náttúrulega sko Þeir eru að svara þeir bera höfuð ábyrgð. Þeir eru að svara með miklu meiri mætti heldur en Samkvæmt alþjóðadómstóli meira segja að bera þær ábyrgð, skilur við. Og ég meina, þegar, og herlega, þegar þú tekur Hamas inn í þetta, að þegar handtökuskipun á Netanyahu Já. og hvað heitir hann, ég man ekki hvað hann hétt, Smotrich, held ég. Ég þekki það ekki. Ég held að þeir tveir. Svo var líka gefin út handtökuskipun af 3 Hamas, Hvað gerir Ísrael? Þeir drápu það. Áður en það hægt að rétta yfir þeim. Nei, sko... Þannig er bara að vera að gefa skít í alþjóðakerfið og að vera að gefa skít í alþjóðalög. Hamas sko eru náttúrulega bara hryðjuverkasamtök. Það er bara ekkert öðru sig. Og þeir sýndu það þann 7. október 2023. Hvað er Ísrael þá? Það er ísraelski herinn? Drápin, þá er það hernaðar Er þetta hernaðar ekki? Já. Þetta er landtökur ekki? Já, þú ert að tala sko, drápin sem að eiga sér stað, það er gert í stríðsrekstri sem að reyndar allt og margir saklausir borgarar verða fyrir barðina á. Þetta er bara hryðjuverkasveitir, IDF. 13. október. Ok, november, desember, janúar, þetta eru 3 mánuðir. Þannig að þetta var ekki í mars. 3 mánuðir? Nei, byrju, það er februar núna, já. Svo kemur november. Desember, janúar. Þeir voru búnir að skila til gíslunum það? Nei, ægir minn. Hvernig getur þú verið með... Var það ekki? Við voru búin að skila allavega megin hlutunum með þeim. Já, það voru einhverjir 30 eftir. Hvernig fara Ísraelar með gíslana sína, skiljið þið? Það eru með börn í fucking klefu með sér í einhverjum pyntingabúðum, skiljið þið? Hefur þið séð myndinar eða? Ægir minn, Hamas rændu unga börnum. Pínu litlum bara, þú veist, nokkra mánaða gömlum börnum. Það sé ekki vitleysa, sko. Nei, það er ekki vitleysa. Það eru unga börn í ísraelskum pyntingabúðum, skiljið þið? Já, ég held að, það eru börn, þannig að inni. Ég held að við sko greinilega, náum einhvern botn í þetta. Ég er bara að segja að það er, þú veist, það er svo skrítið að sko, þegar Hamas var að skila ákveðnum gíslum, hvað voru að kissa Hamas-liðana ennið og eitthvað, að klárlega að gefa þeim betri meðferð hjá Hamas heldur en Ísrael, fólki sem eru að koma úr pyntingabúðunum á Ísrael, eru að koma bara að skatta þér. Sko. Eftir að segja gíslarnir hefur verið að kissa Hamas-liðan á ennið? Ég hefur ekki séð það, það er myndbætt að þessu, að vera að skila þeim og kissir gíslinn Hamas-liðan á ennið. En þú veist að það er allur gangur á þessu, þú getur verið komið með hálfgett Stockholms heimkynni. Þeir tala margir að þeir hafi fengið vera ágætis meðferðina. Já, en það er líka fólk sem talar að þeir hafi fengið hræðilega meðferð. Og nota bene, það er líka þessi hasbara áraður inn í þessu dæmi. En af þessum 300 gíslum sem voru uppræðanlega teknir, hvað eru margir gíslar? Það voru sárafáar eða engar konur sem var skilað. Þeim var öllum skilað. Nei, þeim var ekki öllum skilað. Ísrael skilað. Það voru sumir gíslar sem voru drefnir af Ísrael. En sko, ég man eftir þessi sérstaklega núna 13. október þegar það voru að skila síðustu gíslunum. Það voru einhverju 30 gíslar sem voru eftir, 10 af þeim eitthvað voru á lífi og þetta voru 20 lík, cirka bát. Og ekkert af því sem var á lífi voru konur. Allar konur voru það var skilað hana konum. Nei, ekki 13. október, nei. Engri konu, alveg 100%. Það er alveg vel eftir þessar umræðu. Sko, og það er þess að Hamas getur ekki lefnt konum að lifa sem hafa upplifað það sem það er upplifað. Bittu aðeins. Hvað með konur sem eru núna í pyntingabúðum Ísraela? Ég myndi bara, þau eru að skila bara líkum bara sem er fólki sem hefur verið pyntað til dauða. Það eru konurana, það eru skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum það að þessi konurana sem eru að lenda í bara gróu kynferðisofbeldi og fangar hana líka að vera að tala að þeir eru að láta sko hunda nauðga föngum. Þetta er engin lígi. Þetta er í skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá sig. Heldur það að sé engin lígi? Þetta er í skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Að séu hundar að nauðga konum í ísraelskum konum? Nei, þeir láta hundar nauðga karlum, þeir spreyja ykkur að rassina þeir eru að tróða ykkur járnhylkjum. En heldur að ég styðji þetta? Nei, en ég er að segja skilur, þú ert að fókusa alltaf á Hamas, ég meina farið þið svona sögur út frá
því? Ég fæ bara haspara áróður. Eru Hamas að skila gíslunum sínum, eða voru þeir að skila gíslunum sínum í þessu ástandi? Já, reyndar á hræðilegu ástandi í mörgurum og konum skila þeir ekki af því þeir eru búin að ræðnöðga þeim í 3 ár. Það segir þú maður. Já, ég meina, ég segi það. Ég get ekki keypt þetta sko. Nei, en sko, þetta er náttúrulega málið og það er svona, sko ef að þú telur að ég hafi einhvern tímann eða broadcast fengi einhverja greiðslur frá Ísraels ríki eða Netanyahu. Það taka það fram, þú veist, ef þú fegst það ekki. Já, af því að þú hefur sagt það. Já, kannski bara. Ég man eftir þú er eitthvað sagt þetta. Ég velti sér alveg fyrir mér og kannski er ég í einhverju samsæðiskenninga dæmið þar, sko. Já. En þú veist, ég velti sér alveg fyrir mér með marga en ekkert bara broadcast. En ég held að segja mitt málið er að munurinn er bara, við erum bara ekki að fá sömu upplýsingarnar, þú veist. Já, kannski bara algrímið þitt bara að segja þér eitthvað rugl, sko. Það kann að vera, sko, og algrímið þitt er að segja þér eitthvað rugl. Ég er ekkert endilega að lesa þetta úr algríminu, ég er bara að skoða þetta að leita mér upplýsingar, skiljið. Já, ég meina, ég gerir það líka, ég er ekkert bara, lífið mitt stýrist ekki bara af Instagram og TikTok, sko. Já, smá. En ég meina, þú veist, við erum augljóslega, þú veist, og ég tek alveg eftir í, ég meina, að, þú veist, það sem að mér finnst er byggt á allt öðrum upplýsingum heldur en þú veist það sem að þú eða jafnvel erpurvinnu minn Eyjóls er að segja sko, þú veist, og það er auðvitað bara í þessu upplýsingarsamfélagi sem við búum í dag, þá er það þannig að maður þarf að átta sig á sko, hvaða upplýsingar er maður að lesa, hvaðan koma þær og þú veist, hvert er verið að fara með mann og hvað þú veist Aldrei er það að segja að ég fá ekki réttar upplýsingar? Ég er bara að segja að við erum að fá ólíkar upplýsingar, þú veist. En það er ekki það að mér sé borga af Netanyahu, þú veist. Já, það er ekkert að vera, ég veit ekki, ég held ofta að sé eitthvað síðan lobby hérna á Íslandi sem er eitthvað Það er allan ekki nálgast mig. Sko. Það er ekki nálgast mig ef það er eitthvað síðan lobby á Íslandi. Ég bara segja það er alveg hreint og einlæglega frá hjartanu. Já, það þarf ekkert að vera, þú veist. Mér finnst það þessir hillingur sem eru átt í stað á Gaza síðastliðin 3 ár að ég upplifi, þú veist, þegar ég vakna á mótnana og fyrir gennum daginn og sé fréttir þessu, þá finn ég alltaf sko, hvað eru þessi Hamas brjálæðingar að leiða þetta gerast? Þetta snýst ekkert Hamas lengur, það hefur aldrei snúið sem Hamas. Jú. Það hefur aldrei snúið sem Hamas. Heldur að Ísrael sé að slátra fleiri 100.000 út af Hamas? Já, sko, sjáðu til. Hvort sem það heitir Hamas eða ISIS eða Al-Qaida sprengja spítala, skóla er þetta réttlætanlegt? Við réttlætum þetta ekki í Úkraínu sko. Ef að Hamaslegar stilla upp sínum hernaðargögnum og skotpöllum og svona það er búið að debunka þetta víst er búið að debunka þetta þú ert alveg sko 2 árum aftur í tíma Nei, þetta verður ekki verið debunkað það er svo búið bara fyrir 2 árum sko Þetta eru hreinar og klára staðreyndir að Hamas hafa alveg Hamas hafa alveg sérhæft sig í því að felast innan almenna borgara og undir almennum borgurum jargöngu undir spítulum og svo framvegis tóku hvað var það, CNN þeir fóru og þeir voru að sína einhverja IDF voru að sína einhverjar neðan gang og eitthvað svona bull Svo kom bara í ljós að þetta var ekkert í þessum spítala eins og þau voru að halda fram þetta heldur voru þess að gangi eitthvað svo allt annars þar og þannig að svona stýra upplýsingum. Ég myndi ekki trúa orði á CNN sko, bara aldrei. Þetta er samtalið virtur fjölmiðill þannig, skilur ég. Já, en hann er löngu síðan afhjúpa sig sem bara áróðsmaskina ráðandi eitthvað síður en Fox News eða? Nei, Fox News er að sama kaffið bara hliðin sko. Það er alveg samt góði fréttamenn á CNN þó að sé ekkert alltaf ég er ekkert alltaf sem ég finnst oft narratífan alveg fáraleg sko. Og sérstaklega þegar það kemur Morning Joe og allt þetta var ekki uppáhalds þáttur spæta skilur ég. Já, ég get ekki CNN lengur. Já, en það eru samt alveg inn á milli, það eru góði fréttamennana en það er náttúrulega búið að vera það senustu 2 ár. Að það er náttúrulega búið að segja upp fullt af fréttastarfsmönnum frá alls konar rásum út frá þessu, út í að vilja vera að tala um Gaza hafa búið að vera neita fjölmiðlamönnum að fjalla um þetta. En finnst þér sem sagt
Finnst þið Gaza Það er búið að drepa fullt af fjölmiðlamönnum líka á Gaza. Finnst þið Gaza vera aðalmálið í okkar samtíma? Þetta er bara eins og helfurinn, skiljið. En það er alveg það er hryllingur sem á sér stað víða á plánundinni. En hvað heldur að við verðum að fjallum eftir 50 ár? Eða 20 ár? Já, maður spyr sig. Heldur að þetta verði Þetta verður all umfjöldurefni nema að náttúrulega byrjað að reyna einhvern veginn að breyta sögunni og maður grunar alveg þegar maður lítur tilbaka á sinni heimsstyrjöldina það hefur örugglega verið samið på spýtunum þar það var eitthvað að reynda að endurskrifa söguna sko. Mér finnst þeirra svolítið áhugavert hvernig aðrar hryllilegar hamfarir af mannanna völdum fá ekki jafn mikla athygli þú veist eins og þarna í Afríku og Afríka er náttúrulega heimsálfa sko. Það er í Afríku ég tala Súdan, ég tala Kongo ég er alveg en þetta er líka að frjáls Palestína vekur athygli á þessu út í að þetta er fyrst og fremst að vera að vekja athygli á þessari heimsaldastemnu og þar kemur inn í Súdan og þar kemur inn í Kongo þar kemur jafnilega inn í Íran, skilur þó að það sé kannski á einhverjum öðrum pól. Og hvað heimsveldastefnan, hvernig kemur hún inn í þetta hann í Súdan? Í Súdan? Það er náttúrulega United Arab Emirates sem eru að fjármagna þetta með aðstoð Bandaríkjanna og ég held að Ísrael sé nú alveg líka eitthvað að skipta sér að þessu þannig. Fjármagnar hryðjuverkahópa þarna. Já. Þetta kemur náttúrulega allt frá UAE en þetta er náttúrulega UAE er vinaríki Bandaríkjanna þetta er eins og þegar það var í Jemen Já, einmitt, Jemen er nú annað Sádi-Arabía náttúrulega frendi þjóðamór í Jemen og það fekk ekki nærrið í sömu athygli og Gaza Þetta er náttúrulega sko, við erum að horfa þjóðamór í beinni þetta er í símanum okkar sko Hermennir sjálfur að posta úkísliðu myndböndum að segja skilur þetta er eitt best sko það er svo mikið af sönnunargögnum í þessu þjóðamorði að sko ég veit ekki hvernig það er alltaf að fara ég keypti TikTok skilur alltaf eitthvað að reyna ná til unga fólksins þar með eitthvað ég veit ekki hvernig það er að fara að þessu sko að breyta eitthvað narratífinu að þessu ég er ekkert að taka út frá þetta er náttúrulega hræðilegt í Súdan líka þetta er ógeðslegt Þetta er hræðilegt í Kongo, ég meina það sem hefur verið að gera í Kongo, ég meina, þú veist, það hefur verið að týna einhverja málma fyrir síman okkar, skiljið. Já, ertu með iPhone? Já, þetta er einhver gamall ég fæ alltaf gamla síma frá einhverjum öðrum, þannig að ég sé ekki að kaupa glænýtt. Þú veist ekki að styðja heimsfaldastefnuna? Já, svona síður. Já, ég veit ekki, sko, eins og ég sagði það náðan, ég er á móti, öllum stríðsrekstri og árásar hernaði og Ég hef stundu verið sammáleikur varandi stríð í Úkraínu til dæmis. Já. Ég finnst að það alveg að Mér finnst bara saman með það sko, það er bara að vera búið að stoppa það fyrir löngu síðan. Já, og það er líka eitthvað tregi þannig bara þetta er bara vopna og það sem er kannski líka sjást mjög vel í Gaza er að þetta er og ef við tökum bara Gaza og Úkraínu hlið við hlið að þá er vopna framleiðendur að vera að testa vopnana, þú veist. Já. Og þetta er bara fyrir peninga einhverja vopnaframleiðendur. Einu sem græða á þessu eru vopnaframleiðendurnir. Þeir eru að mala gull. Kannski pólitíkurinn sem er líka að þeir eru á einhverjum samningum við það. Já, þeir eru náttúrulega líka að gera það. Og þetta er vandamáli. Það er þessi vopna iðnaður og þannig kemur þetta aftur að heimsvalda, þú veist, hverju græddu á sinni heimsstyrjöldinni, skiljið. Það voru líka vopnaframleiðendur, en það voru líka bankanir. Já. Það voru bankanir og það voru ákveðin fyrir. Ég elst uppið að sjá Henry Ford sem er bara eitthvað bílaframleiðenda, skiljið. En hann var að fjármagna helförina, skiljið. Rothschild var að framleiða Það er alltaf einhverju bankar og vopnaframleiðendur sem hagnast af svona stríðsrekstri. Eins og ég segi, ég er alveg, bara í hjarta mínu alveg heilsugar á móti öllum stríðsrekstri og mér finnst að til dæmis Ísland hafi gengið allt og langt í að svona blása til ófriðar frekar en að þú veist það sem Ísland
það sem á að vera hlutverk Íslands að vera alltaf að tala fyrir friði. Já, og líka vera í samskipti við eiginlega bara flesta, sko. Já. Og og mér finnst komin á svolítið alvarlegan stað, sko, þegar við erum komin í það að vera að kaupa eitthvað vopn og vera að tala eitthvað íslenskan her mér fannst það, sko, og af því ég hef svo og leinið þjónustu. Mér finnst við hafa svo, sko, takmarkað áhrif til dæmis á eitthvað sem getur gerst í Ísrael eða Gaza eitthvað, þannig að ég einhvern veginn, þó að mér finnst það hryllilegt sem að gerast þá vakna ég ekki á morgnana með einhvern veginn svona ég verð að fara að gera eitthvað fyrir Ísrael eða Gaza, ég svona býð eftir að þetta klárist, ég vona alltaf að þetta sé eitthvað, þú veist, komið ykkur lausn á þessu. En sko, ef eitthvað samt að vinnur samt íslensk stjórnvöld vinna alfarið með, þú veist, ég meina þau eru ekki búin að fara út í neinar sniðgöngu aðfæri, þau eru ekki búin að gera það sem þau eru að gera samkvæmt þjóðarétti, skiljum við, sem bara þetta minnsta, bara að slíta viðskiptum, slíta stjórnmálasamstarfi, þau eru ekki búin að gera þetta. Mér finnst að Ísland hefði ekki átt að taka þátt í öllum þessum viðskiptaþvingunum gegn Rússlandi og slíta og afturkalla sendiherran og loka sendiráðan í Rússlandi. Mér fannst að loka sendiráðanum, mér að staða svona, mér er alveg saman með þessar viðskiptaþvinganir þannig, en þú veist ég er ekki á því að ég finnst svolítið skrítin þetta, sko, rússafóbía sem að rísa hana upp kringum þetta, sko. En eins og ég segi, þess að mér finnst við hafa, sko, lítil áhrif í þessu öllu, það fannst mér algjör óþægilegt að við færum, sko, að fara út í það að kaupa vopn og taka þátt, beinan þátt í. Mér finnst það mjög vafasamur staður í rauninni. En þetta eru svona, þú veist, og ég get mótmælt því og ég hef gert það bara einhvern veginn að þú veist, tala hvað það er galið að íslenski stjórnmálamenn samþykki að þessu keypt vopn í stríðsrekstur og svona. En mikið lengra nær það ekki einhvern veginn fyrir mig til þess að vera gagnrýna íslensk stjórnvöldum hvað Ísrael er að gera. Mér finnst þetta nefnilega alveg tengjast því að ég meina Ísrael er þriðji stærsti vopnaframleiðandi í heimi. Hver er ástæðan fyrir því að íslenska ríki er ekki búið að slíta samstarfið í Ísrael? Og ég meina Úkraína og Ísrael eru í samstarfi saman við að þróun herdrónatækni, skilur ég, og hvað íslenska ríkisstjórnin hefur að tala að kaupa einhverja herdróna, ég veit ekkert hvaðan þau eru að kaupa þetta. Mín skoðun er svo að íslenska ríkið ekkert endilega að slíta stjórnmálasamstarfi við alla þá sem standa í stríðsrekstri, heldur eigið frekar reyna að tala fyrir friði. Þannig eru við að tala þjóðamál, sko, og þetta er búið að gefa út að mögulegt þjóðamál sé að ræða samkvæmt alþjóða sakamáladómstólnum. Þú veist að það er mjög ósammála það. Það skiptir ekki máli. Þegar að dómurinn er búin að falla að mögulegt þjóðamál sé að eiga sér stað, þá ber hverju aðildarríki í Sameinuðu þjóðunum. Já, Sameinuðu þjóðunum. Ber þeim bara skylda til þess að slíta samstarfi við þessi ríki. Og hvað eru mörg ríki Sameinuðu þjóðana búin að slíta stjórnmálasamstarfi í Ísrael? Belgía, Spán, Írland. Við höfum ekki að vera með stóru köllunum sem eru náttúrulega blóður upp fyrir haus í þessu, sko. Ég veit ekki hvað, Bretland, Bandaríkin. Þú veist, en svo veit ég ekki hvernig geopolítíska staðan okkar er þannig, sko. Það kannski er það bara það að við bara þorum ekki en mér finnst að það minnsta sem þetta getur gert er að, þú veist, hún er sjálf búin að segja á alþjóðavettvangi, Þorgerður Katrín, að að beri allar, þú veist, svo hún getur ekki og ég bara og svo ég veit alltaf að meina það að ég vona bara að alþjóðadómstólar gangi þannig að það verði dæmt bara að þetta sé þjóðamorð, þá getur hún ekki lagt það fyrir sig að hún hafi ekki vitað. Nei, bara eins og með Ravanda, skilur það voru fullt af. En finnst þér þetta er þess að í þínum huga þá er þetta svona bara stærsta málið sem að Íslendingur, þú veist, sem vaknar upp á mótnana á Íslandi, þú veist, eigi að hafa hugan við. Það er bara allir í heiminum ætti að vera að hafa hugan að þessu og hafa hugan að hinum líka, sko. En það er einhvern veginn, sko, þú veist, kannski skilur að það er, ég ætti ekki að vera kaldlindur eitthvað, en
þú veist, þegar Íslendingar vakna á morgnana og hugsa daginn sinn, sko, þá bara svo margt annað sem kemst að heldur en eitthvað hvað auðvitað margt að gera og bara það er allir bara að strita, sko, fyrir í sínu lífsgæðakapphlaupi að eiga í sig og á, sko, og þetta er ekki aðalmálið í pólitík hins almenna hugsand. Þetta er svo rosalega sér íslenskt eitthvað að þetta er eitthvað sem er í gangi bara ef við bara tala alheiminn, skilur við. Heldur að flestir sé að hugsa þetta. Já, ég veit ekki, sko. Ég finnst það mitt svolítið eins og svona, þú veist, svona Palestínu stuðningsfólk, sko, það sé svolítið öskra á okkur hinn, sko, bara drulli eitthvað þess að vakna. Ég er ekkert að því. Og maður svona, herri, það er bara, þú veist. En mér finnst alveg fólk með að huga meira að þessu og mér finnst að fólk mætti sitja sér inn í málin betur að hann að vera bara bull, sko. Já, þetta er allir að setja sér inn í málin á mér finnst þú ofta ekkert alveg ég er ekki mikið að tjá mig þetta og þú líka, þú veist, eins og þú segir bara sjálfur að þetta er ekkert það fyrsta sem þú hugsar þegar þú vaknar. Ég er náttúrulega með, sko, ég er með 3 börn og fjölskyldu og það er rosa mikið sem ég þarf að huga að, sko, á hverjum degi áður en ég fer að hugsa hvað er að gerast mér ég hef aldrei komið þarna niður til. Ég hugsa ekkert þetta hverjum degi, en ég er samt að hugsa þetta kemur alltaf upp, ef þetta væri Ísland. Ef við varum, það væri allt í einu bara eitthvað land, eða bara allt í einu væri búið að ákveða bara mormonar, þeir eiga rétt á Íslandi eða eitthvað, það væri bara eitthvað svona og svo væri þeir bara fyrst það væri bara splitta landinu upp á ríki mormona og Íslandi og svo væri alltaf búið að minnka bara hvernig myndi okkur líða, skilur við? Það væri mjög áhugavert að reyna að sjá þetta fyrir sér en þetta er náttúrulega mjög raunhæft dæmi eitthvað en þetta er það sem er að gerast í Palestínu. Það er búið að vera í gangi í Palestínu allan annan tíma að hafa bara ákveð það að væri ríki gyðinga en að samt var gyðinga hvað 11% af landinu þá. En hver heldur að lausnin sé þarna niður frá? Hvernig er þetta að leysa? Þetta er búið að vera í 70 ár ég segi bara Ísrael hafa bara það á að gefa til. Ok, þannig að það á að eyða Ísraelsríki. Það var bara, þetta er eins og með Suður Afríku, það var bara ekki að vera að landtaka hana. Og ég myndi bara segja, bara sameiginlegt ríki undir Palestínu og þeir sem geta ekki haga sér það bara þurfa að fara bara aftur til Evrópu eða eitthvað, skiljið við. En akkur fekk Palestínu heldur en Ísrael? Palestína er líka bara... Palestína er búið að vera þannig að þú getur séð á landakortum alveg fleiri árþúsundir, skiljið. Þú ert að tala um eitthvað biblíutalina fyrir hvað 5.000 árum eða eitthvað, skiljið. 5.000 ári er helviti langur tími. Já, í eitthvað stuttan tíma var eitthvað gyðingaríki þar fyrir 5.000 árum. Þetta er svo fanatíst. Þetta fer nú alveg eftir í við hvaða sagfræðingu ert að tala, sko, það er ekki einu sinni búið að sanna það að biblían sé eitthvað. Þetta hefur alltaf verið á landakortum, hefur þetta alltaf verið í Palestínu. En ef þú þeirra skoðunar að Ísraelsríki eigi bara að leysa upp gyðingarnir, þeim er ekki vært að vera þarna, þú veist, það er alveg ljóst hvernig íslamistar líta á það fer bara, þú þarft ekki annað en að lesa Kóraninn til þess að átta á hvað að gera og ég er að lesa Kóraninn. Þetta er nefnilega svo mikil þvæla að Móses er bara mjög metinn spámaður og Davíð líka. Jesús, já. En ég meina að þeir eru ekkert, ég get ekki lesa neitt gyðinga hatur í Kóraninum, sko. Ekki? Nei, ok, þú voru að lesa aðeins lengra. Ég er að lesa alveg, ég er næstu komið bara að vera að búa með hana, sko. Ertu að taka, íslamatrú? Ég er bara að lesa þetta, ég fíla svona súfí. Kannski ekki eitthvað, hvað heitir þetta heldur þú verður? Ekki eitthvað salafi salafi er ekki þannig, skiljið. En hvað, ertu ætlar að vera múslimi eða? Nei, ég bara er bara andlegur. Ok. Þú hefur þín aðri mátt. Já, ég hyllast að súfisma. Mér finnst það mjög áhugavert, sko. Svona dulluræn islam, sko. Já, en hvað finnst þér kristni? Mér finnst það bara næst líka ég fíla meiri svona dulluspekinni dulluspekinna á bakvið kristni og islam og gyðingdóm og
Já, svo ég rosalega mikið all over the place, sko. En ég bara, mér finnst gaman að fræða mig þetta og svona, og sérstaklega þegar það alltaf verið að segja eitthvað, alls konar þetta og hitt islam, skilurðu. Að þá vill maður auðvitað fræða sig og vita hvað er verið að tala skilurðu, að hvort þetta sé svona og ég get ekki sagt sko að þetta sé svona eins og að sé verið að lýsa það sko. En ertu ósammála því að það sé margt í menningu múslima sem að eigi ekki góða samleið með því sem að við viljum venjast hér á Vesturlöndum? Hvað er það að tala eitthvað, veist, við erum með nauðgunarmenningu á Vesturlöndum, við erum með feðraveldi á Vesturlöndum. Nei, hættu nú alveg, ægir máli. Erum við með nauðgunarmenningu? Hvað kallar þetta stofnana dæmi með, veist, að ríki sé að hilma yfir einhver brot, skilur á einhverjum fósturheimilum og... Það er ekki nauðgunarmenning. Það er ekki nauðgunarmenning. Að segja suss og nei, heyrðu, tölum ekkert þetta, það er nauðgunarmenning, sko. Það er áhugaverð skilgreining á nauðgunarmenningu. Ég meina, það er ekki langt síðan. Er það feðraveldi líka, eða? Já, þetta er feðraveldi síkja. Hvernig þá? Þarna var einhver húsmóðir sem var að mistjóða þessum drengum í áratugum. Ég er ekkert að bara tala það. Ég er ekkert að bara tala það, sko. Við getum líka takið með Breiðuvíkur málið skilur við en þetta er líka þetta er eitthvað í okkar menningu skilur við sem að verður til þess að þetta verður til skilur við. En feðraveldi, ef við ætlar að tala orðið feðraveldi og ert síðan öðrum þræði að tala íslam sem að það er feðraveldishyggja innan íslam alveg eins og massíft feðraveldi í íslam. Þar er það bara faðirinn og bróðirinn sem að ræður konan hefur engin réttindi. Það er ekkert alltaf þannig, skilur. Konan er sko frá vöggu til grafar eign annars. Þú talar það íslam sem sko bara eins og þetta eigi bara við allt íslam, skilur. Já, sko. Við erum með íslam, skilur. Við erum líka með bara frábær ljóðskald. Við erum með frábær listaverk og arkitektúr og skilur en þú vilt fókusa á eitthvað feðraveldishyggju sem hefur skapað sig kringum einhvern hernað og eitthvað svona dæmi, skilur við. En sko, ef við tölum bara réttindi konunnar í Íslam og hvernig það er teiknað upp bara í versum Kóransins eða í Hadíþunum, sko. Það er konan í raun og veru, hún ræður sér ekki sjálf frá vöggu til grafar og hennar lífi er stjórnað af föður og bróður þangað til að eiginmaðurinn kemur til skjalana og það er kannski bara þegar hún er 12 ára gömul eða yngri. Nú getur við tekið eitt gott, sko, því þú vilt fókusa okkur svona neikvæða þetta. Ég vil ekki fókusa á neikvæða þetta. Þetta er samt líka, þú veist, við erum að tala menningu feðraveldis innan íslenskra samfélaga. Já, sko, bara ef þú ætlar að tala einhvers staðar feðraveldi, þá ættur að benda fyrst á Íslam. Þar er feðraveldi sem að... En svo ertu með aðra, en það er alveg til múslima fjölskyldur það sem er bara rosa mikið mæðraveldi, skilur við. Já, það er alveg dæmi það, skilur við. Eflaust getur það verið til, sko, en... Og það er líka mismunandi eftir stöðum og svona, þú veist, þú er með mismunandi réttindi, þú veist, en þetta skapar svona líka út frá heimsvaldastefnunni sem skapa þú veist, af hverju feðraveldi feðraveldi þar sem að en af hverju skapast feðraveldi inn í samfélagum, þú veist, það er til þess að búa menn undir herinn, það koma fólk í herinn. Það kann vel að vera, en málið er að sko hinn vestræni heimur, ef að feðraveldi hefur einhvers staðar þetta er ákveðin speglun á þá hefur hinn vestræni heimur sko fyrstur allra sko kasta því af bakinu. Erum við ekki ennþá svolítið við erum alveg ennþá svolítið fólk er alveg Ertu ekki ennþá reiður yfir MeToo, eða veist? Ef ég væri reiður yfir MeToo, hvernig væri það eitthvað feðraveldi? Nei, ég veit ekki, ég er alltaf að vera kvart yfir einhverju Vogue og Já, ég meina, Vogue er bara, sko, fasismi og minnihluta allræði sem á að valta yfir meirihlutan. Nei, ég bara, þú veist, það sem að, með MeToo samt, þú veist. Við erum að tala og við erum líka að tala þetta núna í þessu nútíma þú segir að það sé engin nauðgunarmenning í vestræni menningu og við erum að tala þetta á sama tíma og það eru Epstein-skjölunir í gangi, skilur ég. Já, en nauðgunarmenning það er nauðgunarmenning.
að samfélagið sé gegnsýrt af nauðguna menningu eða sem sagt Er það ekki það ákveðnu leiti að ef að elitan hérna eða stjórnarfólkið hérna og kerfið rosalega, þetta þrífst inn í kerfinu ef að þetta raunin skilur í heiminum að það sé bara einhverju petósinna sem að hérna, að auðvitað fellir þetta inn í menninguna skilur mér finnst Epstein-skjölin vera mjög áhugaverð og ég svona bara dag fyrir dag núna alltaf að lesa meira og meira og það svakalegt sem kemur þar fram en sá elítu hópur sem þar að verki ekki almenningur og ekki, þú veist, en það var ekki bara en þú verður líka það var ekki að Ísland væri nauðgunar menningar samfélag þá myndi það þýða bara að almenningur væri allir að taka þátt þetta var nú algjört hérna bara, ég man ekkert fyrir svo lengu að ég úlingur að vera, það var bara hérna hvað Gilsenegger að djóka með hérna eitthvað og Gilsenegger var ekki neinn nauðgunarmenning sko. Gilsenegger bara eitthvað brandarakall ég að segja, hann var að djóka með eitthvað svona, það er ekki ákveðið menning það er ákveðið menning það segja einhverja svarta brandara sko, heldur en að vera ídöndir einhverja nauðgunarmenningu per se það er allt annar hlutur og þú veist er það samt ekki ef við erum að fara að tala vestræna menningu versus menningu Íslam að þá er algjörlega galið hvað kallar þetta með Trump og Project 2025 og allt þetta dæmi þetta er náttúrulega bara Talibanastemna Project 25 er reyndar eitthvað sem kemur ekki frá Donald Trump en þetta frá helsta styrtaraðilega hans það er einhver hægri hugveita sem að einn fremsta og hvort að þeir hafi stutt Donald Trump líka, það getur vel verið en það breyti því ekki að þetta er ekki stefna Donald Trump þetta var helsta, fyrir auðvitað kannski Musk að það var þetta helst í bakhjarlinn hans í hérna forsetakosningunum og veist alveg hvernig þetta virkar í Bandaríkjunum það er alltaf þeir sem eru með peningana sem að stjórna úrslitum Project 25 sé stefna Donald Trump er bara það er verið að leggja draugin að þessu hvað heldur hann sé alltaf að skrifa undir hana en hérna en hérna, það búið að vera gaman að fá því spjall, við þurfum vist að fara binda enda á þetta í bili, en þú ert miklu kurteisari svona face to face heldur en á netinu, ég kann að meta það gaman að spjalla við þig og við ættum kannski að gera þetta oftar, við vorum eiginlega rétt búin að byrja að hittna núna sko. þannig að leiðilegt að stoppa nú hér en við gerum það samt og Ægir Máni Bjarnason, ég þakka þér kærlega fyrir komin og bara gangi þið vel og njótu já, takk kærlega fyrir Trump bara